varst og allt sem sál minn mest vert. Þú brýtur brýn og í brattstigi reisir brýn. Þú ert mín von, minn Jesús Kristur, Jahve son. Hafa brauðsbrotningu eftir samkomu í dag, þannig að við ætlum að syngja hérna 2 gamla kóra fjölskyldu Guðs. Kærleiksböndin binda okkur hvert og Kærleiksböndin binda okkur hvert og við sameinumst í Drottni okkur færi sundraði. Kærleiksböndin binda okkur hvert og Kærleiksböndin binda okkur hvert og Kærleiksböndin binda okkur hvert og
Jesus. Amen. Amen. Everything else can wait. I'll come to seek your face. So everything else can wait. I'm here for you. I want to just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. Oh, sing him the song. Everything else can wait. I'll come to seek your face. So everything else can wait. I'm here for you. I want to just be here at your feet. Oh, Jesus. Just be here on my knees. Here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. It's nothing I want more, 'cause nothing matters more. It's nothing I want more. Oh, Jesus. It's nothing matters more. It's nothing I want more than you, Lord. It's nothing matters more. Oh, Jesus. It's nothing I want more. 'Cause nothing matters more. I just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. I just be here at your feet. Oh, yes. Just be here on my knees. Ooh, here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. Jesus, you're all that I need. Jesus, you're all that I need. Just be here at your feet. Just be here on my knees. Oh, here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. It's nothing I want more, 'cause nothing matters more. Sing it sama. Nothing matters more. Nothing I want more. It's nothing matters more.
There's nothing I want more than you, Lord. Nothing matters more. There's nothing I want more. There's nothing matters more. I just be here at your feet. Just be here on my knees. Oh, here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. I just be here at your feet. Just be here on my knees. Oh, here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. Jesus, you're all that I need. Jesus, you're all that I need. There's nothing I want more. Oh, Jesus. There's nothing matters more. There's nothing I want more. Oh, Jesus. There's nothing matters more. There's nothing I want more. Oh, Lord. 'Cause Nothing matters more. Oh, hallelujah. There's Nothing I want more. There's nothing matters more. There's nothing I want more. There's nothing matters more. There's nothing I want more. There's nothing matters more. There's nothing I want more. There's nothing matters more. I just be here at your feet. Just be here on my knees. Here in your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. Jesus, you're all that I need. Jesus, you're all that I need. Hallelujah. Oh, yes, Þessi texti segir svo mikið, everything else can wait. Það getur allt beðið, bara að við komum fram fyrir fætur Guðs.
Við beygjum hné okkar fyrir Guð og verum í bara nærveru Drottins. Það ekkert betra en að vera í fætur Jesú í nærveru hans. Skiptir ekki máli. Það ekkert. Það ekkert. En við erum bara þar og leyfum Guði að mæta okkur. Amen. Just be here at your feet. Amen. Calvin. Gísli. Want the handheld? Much of my voice. This one. Right there. Nei, bara þurfa þess ekki. Ég bara spáði hvort hann vilja. Já. Bara prófa það eða það ekki að koma að hjálpa. Hallelujah. We want to thank God today for bringing us together. En þakka Guði í dag að færa okkur saman. The Bible says where 2 or 3 are gathered, He's there in our midst. Biblían segir það sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar hann mitt á meðal. And He didn't stay at home, Hann var ekki bara heima, but He came to church to worship God. en heldur koma til þess að lofa Guði í kirkjunni. Yeah, I had to run from work to also come to church Ég þurfti að hlaupa úr vinnunni til þess að koma í kirkjuna. because I know the work of God is much important than everything. Því ég gerum mig grein fyrir að það verk Guðs sem hefur mesta að þýðingu. And I want to wish you a happy birthday. Thank you. I lost my voice, but as usual, I always want to sing a song to glorify the name of the Lord. Yfirleitt vil ég syngja söng til þess að gefa Guði dýrðina, en röddin ekki alveg það sem hún ætti að vera. I know you know this song, so you can help me with it, because I lost my voice. En ég veit, þið þekkið þennan söng og þið getið hjálpað mér með þennan söng. Hallelujah, hallelujah. Þetta var fallega. Hallelujah, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy,
it's so beautiful to be at his feet, and it's an honor to be at the feet of the Lord. Hallelujah. Guð verðugur og það svo undursamlegt að fá að dvelja við fætur hans og lofa hann. Today's topic is about, I'm going to share with you, the topic is about God that answers our prayer, or prayer answering God. Það sem að ég vildi tala til ykkar í dag ber titilinn bænin sem Guð svarar. I was trying to get to the university back home in my country. Ég var að reyna að hefja nám í háskóla í landi mínu. And it's very difficult to get to this school. Og það mjög erfitt að komast til náms. You really have to know somebody to get in. Og þú þarft helst að þekka ykkur til þess að fá velvilja, til þess að fá inngöngu. And I didn't have anybody. Og ég þekkti engan. And I still wanted to get to that school. En mig langaði svo að hefja nám í þessum skóla. So I spoke to my priest. Svo ég talaði við pastorum minn. And then we prayed to God. Og við báðum til Guðs. And he told me, just go. Og hann sagði mér, farðu bara. Everything will be fine. Allt mun ganga vel. So I went to the school. Þannig að ég fór í skólan. I wanted to talk to the president of the school. Ég vildi tala við forstöðumann skólans. And it was very difficult. Og þetta var mjög erfitt. Because in the office of the secretary were people of high dignity. Því að þarna á skrifstofunni, þarna var mikilsmetið fólk. And there was no way you can even talk to the secretary. Og það var ekki einu sinni hægt að tala við ritarann. But then I believed in God because I prayed in my heart and fasted. En ég trúði að Guð hafði lagt mér þetta á hjarta og ég hafði fastað og beðið. And I knew he would see me through. Og ég vissi að hann myndi fylgja mér í gegn. So I went there straight to the secretary. Þannig að ég fór þarna og talaði beint við ritarann. And I told her that I want to be in this school. Og sagði henni í kunngjörðinni það að ég vildi hefja nám í þessum skóla. And the question was, did you come by yourself or you came with somebody? Og hún spyr mig, komstu bara á eigin vegum eða ertu með einhverjum öðrum? Because she was surprised, because the people seated there were people of kings and ministers and people of high dignity. Því að fólkið sem var þarna var að bíða var háttsett fólk, þetta var á konungsættum og veltengt fólk. And I told her I came by myself. Og ég sagði, ég kom bara á eigin vegum. She was surprised. Og hún var undrandi. Because there had never been a young boy coming in front of the vice or the president of the school. Því að það aldrei einhver bara ómerkilegu drengur maður sem bara fengið viðtal við skólastjóran. But I got a chance to talk to him. En ég fekk tækifæri til þess að tala við hann. And I told him my problem. Og ég sagði hann vanda minn. And then what he told me. Og það sem hann svaraði mér. But young man, you are so brave. Og hann sagði, ungi maður, þú ert hugrakkur. Throughout my career, I've never seen a boy come to my office to talk to me about admission. Alla minn starfsferil þá hef ég aldrei séð ungan mann koma bara í slíkri djörfung og leggja fram mál sitt. And I told him that I believe in my God and I know he can help me. Ég sagði hann bara að ég trú á minn Guð og ég veit að hann getur hjálpað. And he told me that go downstairs and go to the admission office. You've been accepted. Og hann sagði mér bara að fara þarna niður og fara inn á skrifstofuna því að það væri búið að samþykkja inngöngu mína. That was the most happiest day of my life. Þetta var einn ánægjuríkasti dagur. And that was when I realized that prayer really works. Og það áttaði mig á því að bænin virkilega virkar. You've had people trying to say, I have tried prayer, but it didn't work. Og við heyrum í fólki segja, ég er búinn að reyna að biðja og það virkar ekki. I have done that, I didn't see any results. Og ég reyndi þetta og ég sé engan árangur. I have seen people tell me I don't believe in prayer. Og ég hef heyrt fólk segja, ég trú ekki á bænina. If we'll be honest, there are thousands of prayers that have gone in there, but a few have come down. Það eru þúsundir bæna sem hafa stigið upp en það fátt svör sem hafa komið niður. Why is that? Því það svo háttað. What causes that? Hvað veldur þessu? Is prayer really true? Bænin virkilega sönn?
Is this something just to recon ourselves with? þetta eitthvað sem við erum bara að blekkja okkur sjálf með? There's a deeper question to that. En það mjög dýpri spurning sem liggur þar að baki. And that is what I'm going to share with you Og today. það það sem ég langar að deila með ykkur í dag. I want to tell you about some 5 specifics that we need to, conditions that we need to take into consideration. Og ég vil leggja fram að það eru 5 ákveðin atriði sem við þurfum að íhuga varðandi bænina. And the first is having a good relationship with God. Á fyrsta sem að skiptir máli er að eiga gott samfélag við Guð. Let's go to John chapter 15 verses 7. Og við skulum líta í Jóhannes 15. kapla og byrjum í versi 7. Vers 7 byrjar svona. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Very good. So God says, if you make yourself home with me, Þannig að Guð segir, ef þú gerir þig heimakæran mér and my words are home with you, og orð mín eru heima í þér, you can be rest assured that whatever you ask, it will be answered. þá getur þú alveg gengið út frá því vísu að hvað sem þú biður mun verða svarað. This is a beautiful promise. Þetta er undursamlegt fyrirheit. He said, I'll give you anything if you remain in me. Ég gef þér veit þér hvað sem er ef þú ert að heima með mér. In other words, if you have a good relationship with me. Með öðrum orðum, ef þú átt góð samskipti við mig. Now, how do you remain in Christ? Hvernig ertu í Kristi? By remaining in Him. Hvernig dvelur þú með því að dvelja í honum? By listening to His word. Að hlusta á orð hans, By abiding in Him. að dvelja í honum. And sometimes I know in our relationship, if we take this into our relationships, it's about families. Stundum, ef við setjum þetta til hliðstæðu við samböndin sem við eigum eins og í fjölskyldum If you okkar, don't have a good relationship with your wife or your partner, ef að þú átt ekki góð samskipti við konuðina eða makaðinn, you don't expect food to be on the table. You don't expect food to be on the table, right? þá er það ekkert víst að það sé eitthvað að borða þann daginn. Exactly. Now the second one is, do you have any unconfessed sins? Annað eru ójátaðar syndir. Now let's go to John chapter 1, verses 8. Í John chapter, first John chapter 1. First John. First John. fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kapli, vers 8. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálf oss og sannleikurinn er ekki í oss. Næ. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hallelujah. He says, if we claim we are not of sin, then we are deceiving ourselves. Það segir að við séum að blekkja okkur sjálf ef við segjum ekki hafa neina synd. The truth is not in us. Því að sannleikurinn er þá ekki í okkur. But if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us and to cleanse us away from all unrighteousness. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur og hreinsar okkur á öllu rangláti. The question is, do I or have I refused to admit that I have done something wrong in the past? Vandinn sá að ég neita að viðurkenna að ég hafi gert nokkuð rangt í fortíðinni? That is called unconfessed sin. Það það sem heitir ójátuð synd. It might be an activity. Það geti verið einhver verknaður. It might be a habit. Það geti verið einhver ávani. It might be an attitude. Það geti verið eitthvað viðhorf eða hegðun. When we go about our own ways and do our own things, þegar við stýrumst bara því að okkar eigin viti eða að reiða okkur á okkar eigið hyggjuvit, it breaks the connection between we and God. Að þá er það nákvæmlega sem riðlar samskiptum okkar við Guð. When we try to cover up things that we know are wrong, þegar við reynum að hilma yfir hluti sem við vitum að eru rangir, from God, then our relationship is broken. Hilma yfir það frammi fyrir Guði, þannig riðlast eða brotna tjáskipta okkar við Guð. So the first thing is that I'm really being honest with God, is I've admitted that I'm wrong.
Þannig að í heiðarleikunum varðandi í samskiptum við Guð ég viðurkenni að ég hafi haft rangt fyrir mér eða gert rangt. Now, what is confession? Hvað játning? It's simply being honest to God. Það einfallega það að vera heiðarlegu gagnvart Guði. It's saying, God, you are right and I'm wrong. Það að segja einfallega þetta, Guð, þú hefur rétt fyrir þér, ég hef rangt fyrir mér. The jealousy, the impatience, Öfundsýkin, að vera sem sagt, það öfundsýki og vera sem svona önugur. and that is what will bring God closer to you. Og það þessi tjáning það sem að færir Guð nær þér. Let's go to 1 John chapter 3 verses 21 and 22. Við skulum líta í 3. kaflan í 1. Jóhannesarbréfi, vers 21 og 22. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum þóknanlegt. Hallelujah. So if our hearts do not condemn us, we have the confidence before God and we receive from him anything we ask. Þannig að ef hjarta okkar dæmir okkur ekki, þá munum við öðlast hvað það sem við biðjum Because we obey his commands, we possess his possessions. Af því að við hlýðum boði hans. But you say, how can I keep all God's commandments? Hvernig get ég haldið öll boð Guðs? And nobody is perfect. Enginn fullkominn. How am I going to ever get any answer? Hvernig mun ég nokkuð tíma fá nokkuð svar? God does not demand perfection. Guð ekki að biðja fullkomleika. He demands simple obedience. Heldur hlýðni. And obedience is an attitude. Og einföld hlýðni viðmót. You want to do what is right before God. Að þú gerir það sem rétt í augum Guðs. Let's give an example. If I tell my 7-year-old daughter, Ef ég segi 7 ára dóttur minni, that Sarah, clean your room. Segi Sara, þríði í herbygginu þínu. And in 30 minutes, I go in the room and he has picked just half of the litters on the ground. Síðan fer ég á kíkin í herbyggi og það bara svona helming búið að taka til og það alls konar dót á gólfinu ennþá. Do I get upset about it? Verð ég pirraður yfir því? No. Nei. She's just 7 years. Hún bara 7 ára. She did her best. Hún gerði sitt besta. But when I go to the room and I see her watching television, En ef ég færi í herbyggi og hún væri bara ennþá að horfa á sjónvarpið, then I get upset. Þá verð ég ákveðnari. Why? Because as a parent, I don't expect perfection. Ég sem foreldri, ég ekki að biðja fullkomnun. What I expect is obedience. Ég heldur hlýðni. And that is what God expects from us. Og það slíkt hið sama hvað Guð vænist af okkur. So the question today is, are we hiding something from God? Þannig að spurning til okkar í dag ég sem persóna að fela eitthvað frammi fyrir Guði. Now the third one I want to talk is, do you really want God's will in your heart or in your life? Og þriðja þetta, vill ég virkilega orð Guðs í hjarta mínu eða í lífi mínu? Now how do you know that? Hvernig veit ég þetta? How eager are you to read the Bible? Hversu kappsamur ertu að lesa Biblíuna? Because the only way to know that is reading the Bible. Eða eina leiðin til þess að komast að því að lesa Biblíuna. I know some of us have our Bible under our beds. Og sumir að geyma Biblíuna við rúmið. We haven't seen our Bible for 1 year. Og sumir hafa ekki séð Biblíuna í heilt ár. The Bible is so dirty that we need to dust it sometimes. Og hún bara rykfallin og það þarf að þurrka af henni. But the first condition, one of the conditions in keeping a good relationship with God is reading our Bible. En eitt af því sem til þess að eiga góð samskipti við Guð að lesa Biblíuna. And when we're children, remember the kind of song we sing is read your Bible, pray every day if you want to grow. Og þetta lærðum við í sunnudagaskólanum, lagið sem hann var að syngja. So the reading your Bible is very important. Þannig að það mikilvægt að lesa orðið. Let's go to Mark chapter 11 verses 24 and 25. Við skulum fara í Markusar Guðspjall, 11. kafla, 24. og 5. vers.
Fyrir því segi ég yður, hvers sem þið biðið í bæn yðar, þá trúið, að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. Og þegar þér eru að biðja, þá fyrirgefið. Ef yður þykir nokkuð við einhvern, til þess að Faðir yðar á himnum fyrirgefi einnig yður misgjörðir yðar. Hallelujah. Halleluja. So you must have a forgiving attitude if you really want God's provision in your life. Þannig að við þurfum að hafa þetta fyrirgefandi viðmót í hjart okkar og í lífum okkar til þess að tryggja að samskipt okkar við Guð séu heilbrigð. But the Bible expects us or wants us to forgive one another. Og Biblían tekur það skilmerkilega til greina hér að við verðum að fyrirgefa hvort öðrum. So it says, we normally say this when we were kids, it says, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Eins og segir í faðirvorinu að fyrirgefum vorum skuldunautum eins og Guð hefur fyrirgefið okkur. Nothing kills your prayer more than resentment. Það er ekkert sem deyfir bænin eins mikið eins og að vera með gremju innra með sér. When you have grudge against one another. Að vera með gremju gagnvart hvort öðru. When you allow bitterness in your heart. Þegar þú leyfir biturrót að setjast að í hjartaðinu. When you don't want to let go, when you don't want to forgive. Þegar þú vilt ekki sleppa takinu, þegar þú vilt ekki fyrirgefa. Maybe your prayers are not being answered because you have a grudge with somebody you need to fix. Hugsanlega það þetta sem að halda aftur af bænasvari þínu. Now let's prove that through Hebrews chapter 12 verses 15. En við skulum skoða þetta betur í Hebreabréfinu 12. kafla og 15. vers. Og þar segir: Hafið gát á að enginn missi af Guðs náð, að enginn beiskjurót renni upp sem truflun valdi og margir sörgist af. Hallelujah. So if you have bitterness in your heart, þannig að ef að beiskjurót sé að skjóta sér í hjartaðinu, it's hurting your spiritual life. Það skaðar þitt andlega líf. Bitterness is like poison. Biturleiki er eins og eitur. It would eat you alive. Þetta tæri þig upp lifandi. You can't have unforgiveness in your heart. Þú getur ekki lifað með ófyrirgefningu í hjarta and have your prayers answered. Og á sama tíma vænst eftir bænasvörum. Now, what do you pray every time you pray the Lord's Prayer, as I said? Hvað er það sem þú biður þegar hvað er það sem við biðjum í faðirvorinu? It says, forgive us our debt. Það segir, fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. It tells us why our prayers have not been answered. Og þar er akkurat uppskriftin fyrir því af hverju bænir okkar eru ekki, af hverju stendur á bænasvari. So this also goes deep down into our relationship, into our marriage lives, into our friendships. Og þetta hefur að gera með öll samskipti í líf okkar, í hjónabandi, í vináttusambandum og hvar sem er. Let's go to 1 Peter chapter 3 verses 7. Í 1. Pétursbréfi 3. kafla 7. vers. Og þér eiginmenn, búið með skynsemi saman við konur yðar sem veikari kér og veiti þeim virðingu, því að þær munu erfa með yður náðina og lífið. Þá hindrast bænir yðar ekki. So Peter is talking about marriage here. Og þarna er Pétur að skírskota í hjónabandið. Anyone knows that one of the easiest places for resentment to build up is the family. Og við þekkjum það að auðveldið sér staðinu fyrir gremju að eiga sér stað, að það er innan fjölskyldubandana. Family members hate each other.
Það eru fjölskyldumeðlimir sem agnúast út í hvort annan Husbands has wife, og menn gagnvart eiginkonu sínum parents has children, og foreldrar gagnvart börnum and vice versa. og þar fram eftir götunum. Bitterness and resentment are a common experience in family relationships. Biturleiki og gremja eru vel þekkt innan fjölskyldutengsla. And that's why Peter is saying that in order for our prayers to be answered, we need to take care of that. Þannig að Pétur hér að skírskota til þess að bænir hindrist ekki og þá þurfum við að gæta að samskiptum okkar. Now, the third one I want to talk about is you should be willing to share results. Næsta atriði að við eigum að vera viljugt til þess að deila niðurstöðunum með öðrum. Let's go to Proverbs chapter 21, verses 13. Í Orðskviðunum 21. kafla og 13. versi að þar segir 21. kafli, 13. vers. Sá sem byrgir eyrun fyrir kveini hins fátæka, hann mun sjálfur kalla og eigi fá bænheyrslu. What you sow, you reap. Það sem þú sáir, það muntu uppskera. Give and it shall be given unto you. Gefið og yfir mun gefið verða. It's called the principle of generosity. Þetta grundvallar lögmál þess að vera örlátur. That's why I like our pastor when sometimes he needs to go to Kenya to do the work of God. Þess vegna eins og pastorinn okkar, þau eru að fara til Kenya til þess að gera verk Drottins. It's not that he's going to do it for fun, but þetta er ekki eitthvað skemmtiferð. but this is what God has chosen him to do. En þetta er það sem Guð hefur valið og lagt honum á hjarta að If you gera. expect God to bless your life, Ef þú vænist þess að Guð blessi líf þitt, you must be willing to bless other people þá verður þú að vera viljugur eða viljug að blessa líf annara. with the same benefit God has given to you. Af sömu ávöxtum og Guð hefur gefið þér. That's why Proverbs chapter 21 verses 13 says that if a man shuts his ear to the cry of the poor, Þannig að ef að maður byrgir eyrun fyrir kveini hins fátæka, he too would cry out and not be answered. að þegar hann kallar sjálfur, að þá fær hann ekkert bænheyrslu. And he said in Matthew chapter 25 verses I think 14 going, he said, whatever you did not do for one of these least brothers of mine, you didn't do it for me. Mattheus 25:14 cirka, þá er talað það sem þú gerir ekki mínu minnstu bræður, að það hefur ekki gert mér, eða þá öfugt, það sem þú gerir þeim, það gerir mér. For I was hungry and he gave me no food. Og þá segir hann, þegar ég var með hungraði, þá fæddur mig. I needed clothes and he didn't clothe me. Þegar mér vantaði klæði, þá klæddur mig. I was in prison and he didn't come to visit me. Og þegar ég var í fangelsi, þá komst þú heimsóttur mig. The fact is that God says if you pay no attention to the legitimate needs of people, Þetta fjallar það ef við látum okkur ekki varða ástand annars fólks, why should he pay attention to you? því ætti Guð að veita þér einhver athygli. He wants us to be like him. Hann vill að við höfum okkur eins og hann er. Hallelujah. Halleluja. So, what causes fights and quarrels among us? Hvað er það sem veldur deilum og ágreiningi á milli okkar? Let's go to James chapter 4 verses 1. Við skulum kíkja í Jakobsbréfið, í 4 verses 1. 4. kafli Jakobsbréfsins, í 1. versi. Þar segir, af hverju koma stríð og af hverju senur og meðaliðar? Af hverju öðru en girndum yðar sem heia stríð í limum yðar? Hallelujah. When you ask and you don't receive, Þegar þú biður og öðlast ekki svar, he said because you ask with the wrong motive, og þá er hann að benda hér á að þú ert að biðja með röngu mótífi. that you may spend what you get on your own pleasures. Af því að þú ætlar að eyða því í sjálfan. He's saying motive is important in prayer, Þegar mótífin eða viðhorfið skiptir máli í bæninni. why you pray is more important than what you pray for. Af hverju þú biður, hvernig þú biður, í hvað anda þú biður, skiptir meira máli heldur en hvað þú ert að biðja um. At the airport, I met a rich man. Upp á flugvelli þá hitti ég auðugan mann. He was coming from the United States, Hann var að koma frá Bandaríkjunum and he's a fine Christian man.
Og þetta var bara góður kristinn bróðir And you can see God has blessed his business. og það var augljóst að Guð hafði blessað fyrirtæki hans. He has been bankrupt a number of years ago. Hann hafði orðið gjaldþrota fyrir nokkrum árum And now when he was sharing his story with me, he's a multi-millionaire. og þegar hann var að deila sögu sinni með mér var hann orðinn So milljónamaringur. I began to talk to him. Og ég byrjaði að tala við hann And the interesting thing about this man is that og það sem var áhört við þennan mann er þetta. he told me he was giving 90% of his income to the lives of people. Þá gaf hann 90% af innkomi sinni inn í líf annars fólks. And he told me he lived on only 3%. Og hann lifði aðeins á 3%. But then you can see that he has higher standard of living. En þú gast gert, það var augljóst að hann lifði bara góðu lífi. So I was asking myself, why and how? Og ég spurði bara sjálfur mig, af hverju og hvernig fer að þessu? How do you do this? Hvernig gerur þetta? He said when he was a young man, he began to give from the blessing God has given to him. Og þegar hann var ungur maður, þá byrjaði hann alltaf að gefa því sem Guð blessaði hann með. And he found that he couldn't outgive God. Og hann komst að því að hann gat ekki gefið meira en Guð gat blessað hann með. So the more he gave, the more God blessed him. Því meira sem hann gaf frá sér, því meira blessaði Guð hann. If you want God to bless you, Ef þú vilt að Guð blessi you þig, must be willing to be a channel of blessing to þá other people. þarf það að vera viljugur einstaklingur, að vera farvegur fyrir blessun Guðs. Now the fourth thing I want to talk about is you must believe that God would answer your prayer. Og fjórða atriðið sem ég vil deila með ykkur, að þú verður að trúa að Guð vill svara bænum þínum. You must believe. Þú verður að trúa. I remember when I was in Poland, I went to my wife's house. Að þegar ég var í Póllandi þá fór ég í hús, My wife's mother's house, my mother-in-law. sem sagt, heim til tengdamömmu. And I had to pray for her friend. Og ég þurfti að biðja fyrir vini hennar He had a serious knee problem. og var með alvarlegan skaða á hné. There was a man who didn't believe in God. Og þetta var maður sem trúði ekki á Guð. And when I was praying for him, he was like, what is this guy doing? Og þegar ég var að biðja fyrir honum þá bara var hann svona undrandi og hvað er hann eiginlega að gera? But he kept quiet and listened to my prayer. En hann var hljóður og hlustaði á bæn mína. And then, immediately, he didn't feel any pain again. Og þá og þegar, þá varð hann allt í einu ekkert var við neitt sársauka lengur. So he asked my wife, what did he just do? Og þá spyr hann konu mína, hvað gerði hann eiginlega? I prayed for him. Ég bað bara fyrir honum. And God answered the prayer. Og Guð svaraði bæninni. Hallelujah. Halleluja. You must believe in the prayer. Þú verður að trúa bæninni sem þú biður. When my mother-in-law had cancer, Þegar tengdamamma var með krabbamein, we thought she couldn't make it. við héldum að hún myndi ekki lifa það af. We prayed here. Við báðum hér heitt Lots of prayers poured down. og mikið af eldheitum bænum Most of her friends around her did not make it. og flestir af vinum hennar lifðu ekki af But she has made it and she's walking about freely. en hún sprelllifandi í dag og gengur frjáls. You have to believe in your prayer. Við þurfum að trúa bænum okkar. If you don't believe, it will not work. Ef þú trúir ekki, þá verkar það ekki. You must have faith, Þú verður að hafa trú, but always ask for wisdom from God. en alltaf að biðja vísdóm frá He Guði. says, if you need wisdom, ask. Það segir í Jakobsbréfinu 1. kafla að ef þú brestur visku, þá byttu Guð. Let's go to Mark chapter 9, verses 29. En við skulum fara í Markúsar Guðspjall, 9. kafla og 29. vers. 9. kafli, Markús 9, 29. Hann mælti, þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn. Hallelujah. He says, according to faith, it will be done unto you. Þannig að yeah, it's Mark. like you can't doubt. Yeah, okay, there's a different translation. Okay. Sem sagt að þetta verður ekki nema fyrir trúðina, As með bæn og trú. God knows one kind of prayer. Guð, hann þekkir aðeins eina tegund bæna. That's a prayer of faith. Það bæn
trúarinnar. Without faith, it's impossible to please God. Það ógerlegt að þóknast Guði án trúar. It's such a major factor in our lives. Þetta algjört grundvallar skilyrði í lífum okkar. Now, what is faith? Hvað trú? Is faith believing that God can do it? Það trúin að Guð geti framkvæmt þetta og gert þetta. I believe God can do it. Ég trúi að Guð getur gert þetta. That's not faith. Það ekki endilega trúin. When you believe God can do it, Þegar þú trúir að Guð geti gert þetta, that's just a fact. það bara staðreynd. God can do it whether you believe it or not. Guð getur framkvæmt hvort sem þú trúir eður ei. I believe God might do it. Ég trúi að Guð geti gert þetta. That's not faith either. Það ekki endilega trú. That's a hope. Það von. You hope he might. Þú vonar að hann kannski geri þetta. So you believe. En þú trúir. If you believe, it will happen. Ef þú trúir að það gerist. Faith is not a desire. Trú ekki eftirþrá. Some people think I have got this tremendous desire. Ég hef þessa miklu þrá. I have got this goal that I'm praying about. Þetta ákveðið markmið sem ég að biðja að. Family goals. Þetta svona fjölskyldu hlutir. Spiritual goals. Það andlegir hlutir. Financial goals. Fjárhagsleg markmið. I really have a desire. Og ég hef virkilega þrá. Desire is not faith. Þrá ekki trú. Desire can lead to faith. Þrá getur leitt til trúar. But it's not faith. En það ekki trú. You just have to believe. Þú verður að trúa. That it will happen. Að það gerist. So why does God answer prayers? Af hverju svarar Guð bænum? If the request is wrong, ef bænin röng, God will say no. Þá segir Guð bara nei. If the timing is wrong, ef tímasetningin röng, God will say slow. Þá segir Guð hægð á þér. If you are wrong, ef þú hefur rangt fyrir þér, God will say grow. Þá segir Guð, viltu ekki vaksa? So if the request, the timing, and you are right, ef það sem beðið then God will say go. Og allt í línu, þá segir Guð áfram. So many of our requests Svo mikið af fyrirspurnum okkar are self-centered. Svo sjálfmiðað. On one occasion, á eina lund, James and John, two of Jesus' brothers or disciples, þetta gerist þegar Jakob og Jóhannes, they went to him. Þeir fóru til Jesú. They were like, teacher, og þeir sögðu við hann, kennari, we want you to do whatever we ask you. Við viljum að þú gerir hvað sem við biðjum. And Jesus said, what do you want me to do for you? Og Jesús segir, hvað vil ég gera fyrir ykkur? Then they replied, og þeir svara, let one of us sit on your right and the other on your left in your glory. Leyfðu öðrum okkar að sita hérna hægra megin við hlið og hinn vinstra megin í dýrð þinni. You don't know what you're asking for, Jesus said. Og Jesús segir, þið hafið ekki hugmynd hversu þeir að biðja. He denied their request. Hann neitaði fyrirspurn þeirra. Because it was wrong. Af því að hún var röng. Please don't let your request be self-centered. Ekki láta bænir ykkar vera sjálfmiðaðar. Don't make it self-serving. Ekki vera bara til að þjóna eigin skinni. Hallelujah. On another occasion, when Jesus was on his way to Jerusalem, á annað sinn þegar Jesús var á leið til Jerúsalem, he was not welcomed by the Samaritan. Og þá voru það samverjarnir. To the Samaritan village. Og hann var ekki velkominn að koma í samverska þorpið. When John and James again heard about this, og þegar Jakob og Jóhannes heyrðu af þessu, they were incensed to ask. Og þá fóru til hans og spurðu, Lord, do you want us to call fire from heaven? Eigum við að kalla eld niður af himni? To destroy them. Og eyða þessari byggð. Here was a wrong request. Þetta var röng bæn. Jesus only didn't deny the request. Guð, hann neitaði ekki bara bæninni, but he rebuked them. Heldur gaf þeim gott tiltal. So are you and I capable of making requests
to God. Þannig að við veltum fyrir okkur, ég og þú stundum kannski að koma með fyrirspurnir og bænir til Guðs I know I make such requests that are wrong. sem eru bara ranga. I have made a lot of wrong requests from God. Ég hef oft beðið Guð ranga hluti. I want to have that money, I want to have that car, I want to have that house, I want to have that and that. Ég vil fá þessa peninga, þennan bíl, þetta hús og þetta og þetta og þetta. And we live in a world of impatience. Við lifum í heimi sem hefur ekki mikið þolgæði. Our slogan in this world is I want it now. Og við viljum alltaf fá hlutina strax. It's not our fault. Það ekki okkur að kenna. We have become so accustomed with having things quicker. Og þetta eins og bara heimurinn vill setja hlutina allt eigi að gerast strax. There was a time when dinner had to cook in 30 minutes. Það If var you are cooking, it took 30 minutes or more. og það var svo tíð að það tæki bara eldamennska, búa til mat, væri bara hálftími lágmark. And now there's microwave. En núna erum við með örbylgjuofni And it's able to cook in heat in 30 seconds. og þetta tekur ekki nema 30 sekúndur. If it doesn't heat in 30 seconds, it needs replacement. Og ef þetta hitar ekki á 30 sekúndur, þá þetta skipta örbylgjuofn. There was a time when it took a computer the size of this church Og eitt sinn þurfti tölvu sem var svo stór, sem var bara á stærð við kirkjubygginguna to perform just complex calculations. og til þess að reikna út ákveðin reiknidæmi. Now we have laptops, Apple and all of Nú those erum við bara með þetta í fartölvu to perform these calculations in just some few seconds. og gerir nákvæmlega sama reiknistæmi á nokkrum sekúndum. So it's not our fault that sometimes we expect so many quick things from God. Þannig að það ekki við okkur að sakast að þessi hugsunarháttur sé til staðar, að vilja allt svona fljótt. We want it now. Við viljum fá þetta núna. If you don't get it, you stop praying. Og ef þú færið ekki svörin strax, þá bara hættur að biðja. I've seen lots of people stop church because they think, oh no, my prayers are not being answered. Oh. The reason why I came to this church is that my prayers are not being answered. Og þetta ástæða sem margt fólk gefur, að ég hef ekki fengið bænasvör og telskustætti þá að fara í kirkju. En ástæðan fyrir að ég kem til kirkju að því að bænum mínum hefur verið svarað. I came to this church and I wanted God to give me a permanent residence to live in Iceland. Ég kom í þessa kirkju því að ég vildi fá dvalarleyfi hér á Íslandi. And I'm not getting it. Og ég ekki að fá landvistarleyfi. So bye church, I'm going to find my own way. Já, þá segi ég bara bless kirkja, þá fer ég bara mína eigin leiði. A lot of things happening to people because they think God is not minding them. Og það margt sem gerist fyrir fólk því að það heldur að Guð sé annars hugar það. Because your request is self-centered. Að því að bæn okkar oft svo sjálfmiðuð. It's self-serving. Þetta bara bæn í eigin þágu. Do you remember Joseph Munið eftir Jósef in the Old Testament? í Gamla testamentinu. His brothers became jealous Bræður hans urðu afbrýðisamir just because of his dreams. út af draumum sem að Jósef fékk. He was captured and went into slavery. Og hann var seldur í þrældóm. He ended up in Egypt. Hann endaði í Egyptalandi. He eventually rose up to be a prime minister. Og varð síðan forsætisráðherra. This took a span of 20 years. Þetta tók 20 ár. And God didn't mind him. Og Guð var alltaf með honum. Why did he wait so long? He was in prison, he was in Potiphar's house, all those ones, going through all the pain. But God knew what he was doing. Guð var alltaf með honum, þótt hann væri í húsi Potifars og í fangelsi og allt það sem hann upplifði á öllum þessum tíma, þá vissi Guð nákvæmlega hvað hann var að gera með Jósef. But when it was time, En þegar tíminn rann upp, God used him to rescue his family and the people of Israel. þá notaði Guð Jósef til þess að bjarga öllu Ísraels fólkinu út úr Egyptalandi. God knows what is best. Guð veit hvað best fyrir okkur. His ways are not your ways, Hans leiðir eru ekki okkar leiðir and his thoughts are not your thoughts. og hans hugsanir eru ekki okkar So hugsanir. if you want something now, Þannig að ef þú vilt eitthvað strax, God says, slow down. þá segir Guð hægð á þér. Worship me first. Tignaðu mig fyrst. Believe in me.
Trúðu mér and He will give you everything you want. og hann mun gefa þér hvað sem þú þráir. Hallelujah. Halleluja. Now God has a reason for delaying our answers. Og Guð hefur ástæðu fyrir því að að okkar mati senkar svörun sínum. Maybe He has another plan for you Kannski hefur hann aðra áætlun heldur en þú heldur, that you don't know about. sem þú veist ekki af. That sometimes I know a friend of mine who was he prayed. He was a good prayer, Eitt vinur minn sem að bað heitt and he was traveling to the next city in my country. og hann var að ferðast til næstu borgar í heimalandi mínu Ghana. And it was very important because this was a business meeting, and it was he was going to meet a business partner. Og hann átti viðskiptafund og þetta var mikilvægur fundur. And this was going to get him a big contract for this Og business. þarna var stór verksamningur í húfi. So he was preparing to go. Þannig hann var tilbúinn að fara As soon as he went to sit in his car, og leið og hann settist upp í bíl he started the car, and the car was not starting. og þá bara fór bílinn ekki í gang. He tried everything possible to start the car. Hann reyndi allt til þess að koma bílum í gang. The car was not working Bílinn bara var ekki að virka. because he had to drive to meet his friend Og hann þurfti að keyra til þess að hitta vin who sinn would drive him to the next city. sem að myndi keyra honum til næstu borgar. So his friend waited and waited, and he didn't come. Og þannig að vinur hans var að bíða lengi eftir honum og hann kom aldrei. So his friend took the lead, Og þannig að vinur hans, hann bara lagðast það. and he had an accident and died. Og hann varð fyrir bílslisi og dó. He had been with that man, Hefði hann verið í bílnum með manninu, he should be dead. þá hefði hann andast líka. Sometimes God knows what he's doing. Stundum veit Guð hvað hann að He gera. knew that you have important business to attend to, Hann veit að þú átt mikilvægan viðskiptafund, but he wanted to save your life. en hann vildi bjarga lífið þínu. Rarely does anyone say to me, do you think I might be the problem when God doesn't answer your prayer? Sem sagt, segir ekki hann. When God doesn't answer our prayer, Þegar Guð svarar ekki bænum, do we dig deep inside ourselves og horfum við þá djúpt inn á við and say, do you think I might be the problem? og hugsum við, ég kannski vandamáli? Do you think the reason why I'm not receiving this prayer request is Er- that there's something wrong with me? Ástæðan fyrir að ég fæ ekki bænasver að það sé eitthvað að mér? The psalmist says, Saltarinn segir if I regard iniquity in my heart, að ef ég fel, segir í 66:18, ef ég 18, yeah. Ef ég hygg á illt í hjarta mínu, The Lord will not hear þá heyrir Drottinn ekki. because I'm living to a life of disobedience. Því að ég að lifa lífi óhlýðni. So if your prayer is not answered, Þannig að ef að þú færð ekki bænasvör, examine yourself. þá skaltu líta í eigin barm. Ask God to show you if there is a sin in your life Spurðu Guð hvort það sé einhver synd í lífinu and which you need to repent. og sem þú þarft að iðrast. Hallelujah. Now, I'm going to finish Ég ætla að ljúka þessu with two stories. með tveimur sögum It talks about, one is about the reality of prayer. og sem fjalla raunveruleika bænalífsins. There's a businessman who needs millions of dollars Það er kaupsýslumaður sem þarf á mörgum milljónum að halda to clinch an important deal. til þess að sem sagt, loka ákveðnum viðskiptum. So he went to church to pray for money. Hann fór til kirkju að biðja fyrir fjármagni By chance, he knelt by a man who was praying for only $100. og það var þannig að hann kraup við hlið mann sem var bara að biðja $100 To pay for an urgent debt. til þess að borga áríðandi skuld. The businessman took out his wallet Og kaupsýslumaðurinn tekur upp veskið sitt and pressed $100 into the man's hands. og setur $100 í lófan á manninum. Overjoyed, the man got up and joyfully left the church. Og maðurinn stóð upp og bara í mikilli gleði fer hann út úr kirkjunni Then the businessman closed his eyes and prayed. og kaupsýslumaðurinn hann lokar augunum og biður And now, Lord, I have your undivided attention. og segir, jæja Drottinn, nú hef ég óskipta athygli þína. That's a self-centered man, right? Þetta var mjög, hann var mjög sjálfselskur þessi maður. There was a little girl also
Það var einnig lítil stúlka. The little girl was being punished for making, her parents were punishing her for making her eat in the corner of the house. Og sem sagt, hún var svona í skammakróknum, foreldrar létur hann að fara í skammakrókin. The family paid no attention to her Og fjölskyldan veitti henni enga athygli. until they heard her pray. Þangað til að þau heyrðu hana biðja. I thank thee, Lord, for preparing a table before me in the presence of my enemies. Þakkaði Drottin fyrir að þú setur borð þitt frammi fyrir óvinum mínum. A little boy's prayer Og það var líka ungu drengur sem að bað on a hot summer day. á heitum sumardegi. They had a guest for dinner. Að þar var gestur í matarboði. The mother asked her 4-year-old son to pray. Og 4 ára drengurinn, mamman beður hann að biðja. But mom, I don't know how to pray, he says. Og hann segir, mamma, ég kann ekkert að biðja. Just say to the Lord what you have heard, what you have heard from me. Segðu bara það sem Guð leggur þér á hjarta. The mother told him. Segir mamman við hann. So the little boy bowed his little head and said, Og litli strákurinn hann lítur höfðu og segir, oh Lord, why did I invite these people here on a hot day like this? Æ, Drottin, af hverju var ég að bjóða þessu fólki á svona heitum sumardegi? A Sunday school teacher Sunnudagaskólakennari asked her students, spyr nemendur sína, what is prayer? hvað bæn? One student replied, Einn nefandi, hann svaraði, this is a message sent to God at night and on Sundays when the rest are lower. Þetta skilaboð sem sent When the rates are lower. Já, þetta það sem sent út þegar einhverjirnar eru lágar. Now, God's prayer line Guðs bænalína is a 24-hour toll-free. Hún opin 24/7. Ask, Biðið, seek, leitið knock anytime, og knýið á hvenær sem and God will answer. og Guð mun svara. I will leave you here today Ég skil ykkur eftir hér í by dag telling you to believe in your prayers til þess að þið trúið bænum ykkar, because He's faithful and just to forgive us and to answer our prayers. því að hann trúr og réttlátur og fyrirgefur okkur sérhverja misgjörð og svarar okkar God bænum. bless you so much. Guð blessi ykkur. Amen.